Þá kemur að 7. lið, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgusson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, á 2 mínútum skal ég fara í gegnum þessu skýrslu. Síðasta skýrsla fór fram 7. desember síðastliðinn, en í millitíðinni hefur verið haldinn einn bæjarstjórnarfundur vegna fjárhagsáætlunar. Fyrst að nefna að svona til að taka saman í nokkur orð, að þá hafa náttúrulega mikil vinna bara verið í framhald af stjórnsýslubreytingum sveitarfélagsins. Þar hefur verið fundað mikið með samráðshópum, með væntanlegum sviðsstjórum, unnið að breytingum á bæjarmálasamþykkt og samþykkt fyrir nefndir, og þetta eru hluti sem eru allt saman í vinnslu og verður vonandi lokið á eðlilegum tíma. Samtök í fyrirtæki velferðarþjónustu voru hér hjá okkur 8. desember síðastliðinn, voru með fund til kynningar. Það var formaður samtakana var hér og ásamt starfsmanni til þess að kynna fyrir okkur rammasamning við sjúkratryggingar og kröfulýsinguna varðandi hjúkrunarheimili, og þar voru á bæjarfulltrúar sátu meðal annars þann kynningafund, og athyglisvert eða gott að fá svona upplýsingar það hvernig unnið var að þessum rammasamningi og þeirri vinnu sem bíður okkar í framhaldinu varðandi aðlögunina að kröfulýsingunni. Síðan höfum við verið að vinna áfram með tillögur aðgerðarhópa. Meðal annars var aðgerðarhópsins frá því á árinu. Meðal annars var fundur í starfshópi varðandi kaup eða aðalega sölu og eigna sveitarfélagsins. Við fundum það 12. desember síðastliðinn. Nú svo nefndi ég áðan að bæjarstjórn hittist í síðustu viku vegna til þess að ljúka gerð fjárhagsáætlunar. Eitt sem langar til að nefna og nota tækifæri, að við fundum í síðustu viku vegna þess að við erum gestgjafar vegna samstarfs vinabæjanna. Við erum bæði gestgjafar vegna svokallast kontaktmannafundar, sem fundur bæjarstjóra og forseta bæjarstjórna þessara vinabæja. En jafnframt erum við líka gestgjafar vegna fundar velferðarmál. En hugmyndin og þess vegna ég að minnast á þetta hugmyndin svo að slá þessu saman og gera þetta sem einu fundi, nýta bara ferðina, þannig við getum jafnvel sparað á þessu ferðir þá fyrir aðra, og eins líka samnýtt í rauninni málefnið og fundi og ráðstöfnur og annað í kringum þessa heimsóknir. Nú síðan þetta hefðbundna stjórnarfundur í Þjóðskrá og stjórnarfundur á Sambandinu voru síðustu viku, og síðan síðustu helgi þá tók ég fyrir hönd sveitarfélagsins við verki, útilistaverki sem heitir Útþrá, sem er upprunalega hannað af Elísabetu Geirmundsdóttur, og svo athöfn fór fram gengt minjasafninu á Akureyri. Og við hefum verið að funda aðeins málefni flóttafólks líka þessa dagana. Það tengist í að við eigum von hér á 5 manna fjölskyldu sem hluti af stærri hópi sem að koma hingað til lands til Hveragerðis, Hafnarfjarðar Hveragerðis, Árborgar og Reykjavíkur, en ein fjölskyldan væntanlega hingað til okkar vegna fjölskyldutengsla við aðra fjölskyldu sem kom hingað fyrir árinu, og bara svo vinna bara í góðum farvegi, en það reikna með að fjölskyldan komi eitthvað eftir miðjan janúar. Nú við höfum verið að vinna aðeins í reglum innkaupamál, tengist bókun bæjarstjórnar hér varðandi keðjuábyrgð, og við höfum verið að vinna það í samstarfi við Norðurorku að koma þessu inn í okkar reglur. Og síðan vorum við með hér fyrir í dag fund með fulltrúum frá Capacent sem voru að kynna hugmyndir sínar svona sambærilega möguleika eins og Kópavogsmódel, sem við höfum rætt aðeins í tengslu við fjárhagsáætlunargerð og stefnumótun aðgerðarhóps. En ég mun kynna það frekar og fyrir bæjarfulltrúum þegar þá í bæjaráði. Nú að lokum aðeins að segja frá því að á morgun þá á ég von á fulltrúum frá Menntamálastofnun hingað til þess að kynna fyrir okkur málefni PISA-könnunar. Þetta kom óvænt upp á að þeir eru að koma hingað og óska eftir að fá að hitta mig, en ég allavega kem því og allavega tilbúin til að ræða það við bæjarfulltrúa ef það áhuga að vera með mér á fundunum, að þá það sjálfsögðu velkomið. Hann í fyrramáli klukkan 10. Nú að lokum að þetta sem sagt skýrslan frá því síðasta hálfa mánuðin, en að lokum langar mér bara að óska bæjarfulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins
og íbúum sveitarfélagsins bara gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 15. desember, bæjarráð 15. desember, skipulagsnefnd 14. desember, skólanefnd 12. desember, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 9. desember, umhverfisnefnd 13. desember og velferðarráð 7. desember. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Að lokum óska ég bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins og fjölskyldu þeirra og Akureyringum öllum nær og fjær gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil fyrir hönd okkar bæjarfulltrúanna óska forseta vorum Matthíasi Rögnvaldssyni gleðilegra jóla og fjölskyldu hans og farsældar á nýju ári með þökk fyrir samstarfið sem nú á árinu sem nú er að líða. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu, takk fyrir það. Þá er dagskrá lokið og við segjum fundi slitið klukkan 19:00. Gleðileg jól!